En mér langar aðeins að koma núna inn á með múaðsíkingiða. Núna, svo við komum að þér. Þú sagðir ansi ljót orð á netinu á sínum tíma og þú tókst nú huginn svolítið ekki gegn hana, réðst svolítið að honum. Svolítið mikið. Já, og ég var nú að reykja það, þú samþýttir að koma hérna á góða nótunum og talar að þú ert komið allt annað hugafar heldur en nú varst með þarna og svona svo byrjum kannski á byrjunni. Hvar kemur þú inn í þetta gegn huginn? Hvar sérð þú? Sko, ég var inn á lokuðum Facebook-hópi. Sá hópur hét aktivismi gegn nauðgunarmenningu. Og þar inni var einmitt þetta, ég trúi byltingin alveg rosalega gríð. Stelpurnar úr hvað heitir það eftir? Ég man ekki hvað heitir nú, þær sem voru með hvað heitir þetta? Vá. Ég man Elisabeth Ír, Ólöf Tara síðan, og hérna. Já, öfgi þarna. Öfgar, þakka þér fyrir. Þú veist, þetta var í raun og veru þannig að við vorum, þú veist, ég var að gangi hérna mikla erfiðleika í mínu lífi. Mjög mikla erfiðleika, bæði erfiðu skilnaði frá manni sem hafði beitt okkur ofbeldi og annað. Þannig að þegar ég fer inn í þennan hóp, að þá verður svo mikill múðasingur að, þú veist, það í raun og veru, sko, þú veist, huginn skrifaði þetta þarna, farðu og segið eitthvað við hann og allir læka það sem við verðum að segja. Og þú veist, þetta verður í raun og veru svona systematically verið að taka manninn á lífi. Skipulagt kannski svolítið. Já, skipulagt einelti. Og þú veist, við vorum með upplýsingar inn í þessum hóp til dæmis, sem voru bara hræðilegar. Svo, þú veist, elsta barnið, hvaðan mamma þeirra var frá og þú ættu sko að vera að beita hann ofbeldi og eitthvað svona. Neitað mömmunu umgengni og var sko sjálfur talmannafeður. Þetta var allt svona sem að var verið að í raun og veru að íta í einhverju svona strengi hjá manni til þess að maður fyndi til með konunni og hann var algjör ógeð. En þegar þessar upplýsingar koma til dæmis í grúpinu, einhver sem spyr hvaðan færðu þessar upplýsingar? Nei. Hvaðan kemur þetta? Ekki neitt. Þetta er bara matað og það er enginn sem rýnir í þessar upplýsingar hvort það séu trúverur eða neitt. Það er bara hoppað á þetta og öllu er trúað sem kemur neinn. Sko það var líka náttúrulega stórt inn í þessum hópi. Þá var Ingibjörg Dögg ritstjóri Stundarinnar og óska bara eftir nánast hvern á að taka niður sko. Bara hvað á ég að fjalla næst og það var náttúrulega það blað sem býr þetta til. Vandinn þetta fjölmiðlanir að þeir æsa þetta fyrst upp, kastu þessu upp þarna og eru bara þarna inn í hluti af þessum aktivista hópi. Algjörlega. Og ég meina þar, sko það var raun og veru alveg saman hvað þú gafst ykkur tíma út bók sem að reyndar mér persónulega finnst ekki vera viðeigandi fyrir börn. Nei. En það samt bara mín skoðun og ég á ekkert að vera eitthvað að blása það allt skilur. En þarna var bara, þetta bókin sem að gáði út, sjáðu hvað var óviðeigandi, bla 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 bla. Við verðum að, þú veist, stoppa hann og bara allir að fara að ráðast á hann og gera, þú veist, dislike á eitthvað og þú veist, þetta var, svo þetta líka það sem fólk held ég í samfélaginu skilur ekki, það að, þú veist, ok, já, þarna hópur, en þetta kannski max 40 konur sem eru bara þarna og allt í einu lítur út fyrir það og allt Ísland þarna mættin og kommentakerfi til að gera lítið úr einstaklingnum sem verið að ráðast gegn og það ég varð alveg vör við það í gegnum rosalega mikið af umræðum, það var ekki bara Huginn sem var tekinn fyrir hana. Nei. Það voru alls konar menn eins og bara hann söngvari Ingo. Ég meina þetta, það var rosalega mikið bara þessi rosalega harða umræða sem að allir voru bara, það getur ekki verið annað en satt. En þá var kannski mögulega verið að segja, þú veist, hver hefur lent í því að hann hefur farið yfir línuna hjá þér? Þú veist, og já, þú verður að fara að segja frá. Þú veist, þetta meikar ekki sens og alveg eins og þegar við, þú veist, við viljum ekki láta dæma okkur án þess að það sé búið að þú veist, sanna það. Þá það nákvæmlega sama og þessi menn að lenda í. Það verið að dæma þá fyrir eitthvað sem að ekki búið að sanna á það. Það náttúrulega meðal annars það sem Huginn lenti í. Þú veist, ég get bara sagt náttúrulega frá því sem ég gerði. Ég ekki, þú veist, hæfið að tala hvað var bakvið hugsunina hjá hinum. Nei. En þú veist, þarna var þetta bara rosalega mikið, mitt múasingur og verið að ýta í eitthvað svona samkennd. Þú veist, að finna til með barnsmóður hans, að finna til með barninu þeirra, að finna til,
það náttúrulega partur af þessu sko, þarna ég trúi dæminu þú veist, ég trúi ef þú vogar þér að koma með einhverja efasemd inn í þessum hóp að þá bara já, þeir voru klipptir út bara með því saman að þú vogar þér að segja bara en byttu hérna, þú veist, koma með einhverja en þetta það, þú veist, það er sannanir fyrir sig að sjá þessa pappira eða eitthvað svo leiðist að þetta ég trúi var svo ofboðslega sterkt að það var bara fast inn í, þú veist, orðalegi hjá þeim. Já, alveg svo þetta er svo að segja með aðan svarti hluturinn og yin og yang. Þú veist, þegar þú lifir inn í neikvæðinni, að þá gefur bara neikvætt frá þér. Ef þú lifir í því að vera stanslaust, þú veist, í einhverju svona neikvæðinni og mér er svo illt hérna, það verður illt hérna og hérna. Punktur. Þú veist, heilin á okkur er þetta sterkasta fyrirbæri sem að til er. Og ef við ætlum að vera hérna stanslaust bara eins og í þessu tilfelli með hann huginn, að þú veist, fara inn í eitthvað svona samfélag, ég var að gangi gegnum til dæmis þarna mjög ljótar skilnað og maður sem að hélt mér í fjárhagslegu ofbeldi í mörg ár, þar sem að tók svo langa tíma að skilja við hann og ég einhvern veginn bara var svo uppfull af reiði að í staði fyrir að þú veist vera bara ok, ég ætla að reyna að taka hlutir með ró, að þá var ég bara hérna á netinu bara, út halvviti, einingi, fara á dreftið, þú veist hlutir sem maður á ekki að vera að segja og svona leita að leiðum til að ausa úr reiður til þess að losna við þessa ógeðslegu sársauka orku svo úr með og það er raun og það sem gerist þarna með huginn og mig allavega, ég get náttúrulega ekki tala fyrir hinnar það er að ég er að gangi gegnum bara mikið þunglindi, mikið kvíða með leið ógeðslega illa þarna og ég fer í staði fyrir að fara að leita með hjálpar þá fer ég á netið og spúa út einhverju ömulegri neikvæðni og ertu eiginlega svona að rækta reiðina halda bara eldunum gangandi fæðan einhvern veginn og svo er það sko ekki fyrir en í raun og veru þú veist, eftir þetta hérna, það sem ég fór að hugsaði bara, þú veist, kannski er þetta ekki alveg rétta leiðin og ég fer að leita með hjálpar og kynnist manninu mínum og þar með talið horfi upp að hann lenda í því sem hann er búin að lenda í að ég svona, þú veist, shit það sem ég gerði þessu manni alveg sama hvort að þú veist, ég hafði beina afleiðingar eða ekki var bara ógeðslegt og bara, þú veist, hér með langar bara að beðið afsökunar